Kerfisbundnar bókhaldsbrellur sem miðuðu að því að fegra stöðu Glitnis banka fyrir hrun eru meðal þess sem franskt rannsóknarteymi gerir grein fyrir í skýrslu sinni til sérstaks saksóknara. Kastljós hefur skýrsluna undir höndum en þar segir að endurskoðunarfyrirtæki PricewaterhouseCoopers sé ábyrgt fyrir því að villandi upplýsingar voru gefnar ítrekað stöðu bankans. Slíkt flokkast undir hreina vanrækslu á skyldum endurskoðenda. Við fjöllum ítarlega máli í þættinum en skýrslan sýnir einnig að fámennur hópur eigenda og tengdra aðila naut óeðlilegrar fyrirgreiðslu á kostnað bankans og annarra hluthafa. En fyrst að svartri skýrslu villandi bókhald bankana fyrir hrun. Helgi Seljan hefur skoðað málið og tekur nú við. Skýrslan sem unnin af frönskum sérfræðingi í fjármálaglæpum, Jean-Michel Matt, og franska rannsóknarfyrirtækinu Kofi Sís var gerð að beiðni Evu Joly og sérstaks saksóknara. Megin efni hennar viðamikil rannsókn á gögnum frá Glitni og ekki síst frá endurskoðanda Glitnis PricewaterhouseCoopers, en embætti sérstaks saksóknara gerði þar húsleit 1. október í fyrra. Í stuttu máli svo mynd sem skýrsluhöfundar draga upp af viðskiptum Glitnis og endurskoðandans nöturleg. Endurskoðunarfyrirtækið sem í krafti þess að vera virðulegt og ábyggilegt fyrirtæki á alþjóðavísu fékk greiddar hundruðir milljóna fyrir að endurskoða reikninga Glitnis en virðist hafa treyst of á upplýsingar frá bankanum og jafnvel ekki notfært sér upplýsingar sem fyrir lágu. Fyrir vikið hafi ekki verið unnið í samræmi við þá staðla sem endurskoðendur hafa þráfaldlega vísað til í málsvörn sinni eftir hrunið. Og árshlutauppgjör bankans hafi þannig gefið villandi mynd af starfsemi hans og sent almenningi og fjárfestum þau skilaboð að allt væri í stakasta lagi. Einna alvarlegasta niðurstaða skýrsluhöfundana að hagsmunum bankans virðist ítrekað hafa verið fórnað fyrir hagsmuni fámenns hóps manna sem annarkvort áttu Glitni, tengdust eigendahópi hans eða áttu í hinum stóru bönkunum tveimur. Frakkarnir telja þannig að hið íslenska bankakerfi hafi verið svo nátengt og bundið svo sameiginlegum hagsmunum að áhættan sem fólst í því að lána eiganda annars banka hafi verið slík að í raun hafi verið tengda aðila að ræða. Þannig hafi íslenska bankakerfið í raun verið samhangandi tímasprengja. Svo virðist sem allar flóðgáttir sjóða Glitnis hafi verið opnaðar á árinu 2008. Það ár frá áramótum og fram að setningu neyðarlaga runnu 366 miljardar króna út úr bankanum í formi lána. Það jafngildir 20% af heildarútlánum bankans þegar hann hrundi. Franska rannsóknarteymið fullyrðir að rúmlega 60% af þessum 366 miljörðum hafi runnið í vasa aðila sem tengdir voru bankanum. Meðal annars til félagana Svartháls og Földungs sem voru í eigu Milestone og fjárfestingafélagsins Stapa sem eins liðar í viðskiptum Baugs, auk Steams. Hefðbundin bankastarfsemi hafi þannig vikið fyrir sérhagsmunum fámenns hóps. Eina af fyrstu vísbendingunum að Glitnir hafi hreint ekki farið rétt með staðreyndir í opinberum skýrslum sínum telja skýrsluhöfundar að megi finna með samanburði við banka af svipaðri stærðargráðu. Þannig vekur það athygli að framlög á afskriftareikninga Glitnis eru mun lægri en hjá öðrum bönkum. Þegar talað framlög á afskriftareikninga átt við það hvernig banki gerir grein fyrir því að lán sem hann hefur veitt gætu tapast eða að væntingar heimtir séu minni, sem aftur skila sér í tapi bankans. Í skýrslunni koma fram upplýsingar að hlutfall framlaga á afskriftareikninga sambærilegra banka hafi verið í kringum 3,7% í slæmu árferði en náð niður í 1,8% við bestu aðstæður. Hjá Glitni var hlutfallið 0,8%. Það vekur athygli að sama hlutfall jafnan notað sem skólabókardæmi hlutfall banka með fullkomið rekstrarjafnvægi. Í þessu samhengi benda skýrsluhöfundar á að fyrir hvert 0,1% stig í afskriftir hjá Glitni að ræða 20 miljardar króna. Það að halda hlutfallinu sem lægstu hafði því mikið að segja stöðu bankans og það virðist kerfisbundið hafi verið gert ef marka má skýrsluna. Skýrsluhöfundar telja sig þannig hafa opnað Pandorubox með því að kanna ástæður þessa mismunar. Lélegt lánasafn og kerfisbundnar bókhaldsfalsanir í þeim tilgangi að fegra raunverulega stöðu bankans koma í ljós. Nokkuð sem endurskoðendur bankans hefðu átt að sjá og gera sér grein fyrir. Með því að gera það ekki hafi þeir sýnt af sér alvarlega vanrækslu. Í skýrslu Kofi Sís þessum aðferðum bankans lýst.
300 lán sem bankinn veitti voru skoðuð. Tekin eru dæmi 20 milljarða lán sem veitt voru völdum viðskiptavinum. Þetta voru nær eingöngu svokölluð kúlulán, þar sem öll lánsupphæð greidd til baka á einum gjalddaga. Í tilfellum sem skýrsluhöfundar skoðuðu var hins vegar reglan sú að þegar þessi sami gjalddagi nálgaðist var lengt í láninu aftur og aftur, alltaf 6 sinnum á 3 til 4 ára tímabili. Vaxtakjör lánana voru gjarnan hækkuð í hvert sinn sem lengt var í lánunum. Á móti voru veð og ábyrgðir hins vegar rýmkaðar. Þeir viðskiptavinir sem fengu lánstíman lengdan þurftu aldrei að leggja fram frekari veð. Ekkert einasta dæmi fannst að aukin veð hefði verið sett fram við rannsókn frakkanna. Þessi staðreynd næsta ótrúleg í ljósi þess að á þeim tíma sem verið var að lengja í lánum og oftar en ekki rýmka veð bankanum í óhag var fjöldinn allur af veðköllum gerður. Því hefði bankinn að öllu eðlilegu átt að fara fram á aukin veð. Með því að lengja í lánum og hækka vaxtaprósentuna gat bankinn sýnt fram á að lán sem telja mátti ónýt væru enn verðmæt og jafnvel verðmætari þar sem vextirnir voru hærri en áður og því var hægt að láta bókhald bankans sýna mun jákvæðari stöðu en raunin var. Viðskiptavinirnir, eigendur bankans eða aðilar sem tengdust þeim, sluppu síðan vel á kostnað almenningshlutafélagsins Glitnis. Dæmi lán sem lengt var í með þessum hætti leið og tryggingar bankans voru minnkaðar eru lán til Geysis Green Energy. Fyrirtæki fekk upphaflega lán upp á 12,5 milljarð í júlí 2008 sem síðan var hækkað í tæpa 18 milljarða í ágúst sama ár. Þegar skilmálum lánsins var breytt mánuði síðar eða í september og greiðslu frestað var verðmætt veð tekið út úr tryggingum bankans þrátt fyrir að lánið hefði í millitíðinni hækkað helming. Sama á við 2 milljarða lán til Existu. Veð í Bakkavör og Kaupþingi voru felld út þegar lengt var í láninu og einungis skilin eftir skilyrði að Exista færi ekki undir ákveðið hlutfall eiginfjár. Sömu sögu að segja félaginu Gnúpi og 18 milljarða láni til þess. Aftur eru veð minnkuð þegar lengt í láninu, þvert á það sem eðlilegt þætti við slíka fyrirgreiðslu. Há lán voru einnig veitt án þess að nokkur veð lægju til grundvallar. Dæmið þetta lán til Björgúls Guðmundssonar sem veitt var í júlí 2008 án nokkura veða. Í lánasamningi fullyrt að fyrir því láni liggi áhættumat og samþykki lánanefndar. Rannsakendur fundu þó engin slík gögn þegar á reyndi. Lánið var upphaflega veitt til 2 mánaða en svo var lengt í því 6 sinnum og raunar var því gefið nýtt lánanúmer í 2 síðustu skiptin en þannig leit út fyrir að nýtt lán væri að ræða. Í skýrslunni segir að lánið standi nú í rúmum 5 milljörðum króna. Björgólfur hins vegar gjaldþrota. Meðal þeirra sem fengu kúlulán voru Baugur, bílalega flugleiða og fjárfestingafélögin Gnúpur, Máttur og Klaki, auk félags í eigu Jakobs Valkeis Flósasonar. Lánin til útgerðarmannsins Jakob þykja sérstaklega furðulega mati skýrsluhöfunda. Enda virðist Jakob hafa notið sérkæra í bankanum þegar kom að vöxtum og óvenjulegum greiðsluskilmálum. Mýmörg dæmi eru svo að aldrei var látið reyna á þau veð sem voru fyrir lánunum. Heldur var sjálfkrafa lengt í þeim. Bein afleiðing þessa var að milljarðatugi vantaði á afskriftareikninga bankans á árunum 2006 til 2008. Skýrsluhöfundar telja þannig að alltaf 61 milljarð hefði vantað á reikning ársins 2007 ef rétt hefði verið farið með lán til Baugs og FL Group meðal annars. Fullyrt að ef lán til þessara aðila hefði verið færð á afskriftareikning eins og bara gera, hefði eiginfjárhlutfall bankans verið komið niður fyrir leyfileg mörk í lok ársins 2007. Það hefði að lokum geta leitt til þess að bankinn mistir hreinlega starfsleyfi sitt. Mat bankans á því hverjir væru tengdir bankunum var frjálslegt og alltaf túlkað eigendum í hag að sögn skýrsluhöfunda. Þetta hafi svo aftur orðið til þess að bankinn tók óviðunandi áhættu í viðskiptum við þessa tengdu aðila. Sem dæmið þetta undrast skýrsluhöfundarnir mjög þá staðreynd að það mat sem þó var framkvæmt á tengdum aðilum og skuldum þeirra við bankan hafi einungis tekið tillit til lána. Aðrar skuldbindingar og þá aðalega afleiður hafi ekki verið taldar með. Því hafi vanmát á þessum þáttum verið alltaf 21 milljarður árið 2006 og 16 milljarðar árið 2007. Furðulegt misræmi var einnig milli upplýsinga í vinnugögnum endurskoðendana heildarlán til tengdra aðila og þeirra gagna sem fundust í bankanum. Þar skeikar milljarðatugum. 61 milljarði árið 2006 og heilum 140 milljörðum árið 2007. Í skýrslunni segir að miðað við umfang þessa mismunar sé aðeins hægt að draga þá ályktun að upplýsingar í áskýrslum stöðu bankans séu beinlínis villandi.
Samkvæmt lögum á að tilkynna fjármálaeftirlitinu ef tengdir aðilar fá að láni sem nemur meira en 10% af eigin fé bankans. Jafnframt bannað að lána meira en sem nemur 25%. Bankinn setti sér hins vegar strangari reglur og miðaði við 20%. Þær reglur voru þó í besta falli upp á punt ef marka má skýrsluna. Glitnir tilkynnti ekki sameiginlega viðskipti sín við FL Group, Landic, Baug og Geysi Green Energy. Bankinn áleit sem sagt að þessi fyrirtæki væru ótengd. Engu virtist skipta þó Jón Ásgeir Jóhannesson hafi í raun og veru haldið þar stjórnartaumana og sameiginleg áhætta félagana verið umtalsverð. Hefðu þessar lánveitingar verið tilkynntar sem lán til tengdra aðila, hefðu bæði viðmið bankans og FME 25% af eigið fé verið sprengt og rúmlega það. Samanlögð áhætta þessara viðskipta nam samkvæmt skýrslunni 55% af eigin fé bankans og hefðu því sett af stað allar viðvörunarbjöllur ef tilkynning hefði borist. Glitnir gaf þar með rangar upplýsingar að mati skýrsluhöfunda áhættuna sem fólst í lánasafni hans. Sömu sögu að segja af viðskiptum nátengdra aðila, Kaupþings, Existu, Kjalars og Símans, en þau námu samtals 29% af eigið fé bankans. Þau var ekki heldur tilkynnt. Hvað varðar önnur útlán Glitnis vekja athygli skýrsluhöfunda lán sem bankinn veitti til 4 erlendra fjármálastofnana samtals að andvirði 82 milljóna evra á árinu 2006. Lánin voru samkvæmt skjölum úr bankanum veitt til Morgan Stanley, Sparebanken Vest, Bank of America og Hypo Real Estate. Skýrsluhöfundar furða sig á þessum lánveitingum enda sé ljóst að umræddir bankar hafi átt kost á mun hagstæðari lánum en Glitnir gat gefið. Þessar lántökur þurfi því að rannsaka frekar enda veki þær upp grunnsendir að þær séu liður í samkomulagi sem gæti hafa skadað bankan. Einkum í ljósi þess að lánin virðast hafa gufað upp í lánabók Glitnis árið 2007 auk þess sem engir lánasamningar finnast. Niðurstaða frönsku rannsakendana enda sú að árs- og árshlutareikningar Glitnis frá 2006 og til loka hafi ekki gefið rétta mynd af stöðu bankans. Auk þess taka rannsakendur nokkur dæmi það hvernig bankinn vann þvert á eigin hagsmuni en þess í stað með hagsmunum stærstu eigendana. Þannig greip bankinn ekki til viðeigandi ráðstafana þegar hlutabréf í Mosaic Fashion féllu í verði en sömu bréf voru tryggingar fyrir háum lánum til Baugs. Til að bæta gráu ofan á svart hafi svo bankinn tekið þátt í að kaupa bréf í Mosaic þegar félagið var afskráð og með því haldið upp í gervimati á virði félagsins. Með þessu hafi Glitnir þannig beinlínis aðstoðað lántakandan og eigandan Jón Ásgeir Jóhannesson við að halda uppi virði trygginga við bankan á kostnað Glitnis. Sömu sögu að segja viðskiptum með bréf í verslunarkeðjunni Iceland. Glitnir átti lítinn hlut í keðjunni sem margoft hefur verið tilefni frétta vegna viðskipta fram og aftur milli tengdra aðila. Í skýrslu frakkana eru gerðar athugasemdir við verðmat á þeim hlutum í bókum Glitnis, enda hafi Iceland verið í eigu nátengdra aðila og því rangt af bankanum að verðmeta félagið eins og hluturinn væri í höndum bankans til skamms tíma vegna sölu. Til dæmis hafi Landsbankinn sem einnig átti hlut í Iceland ekki séð ástæðu til að hækka verðmat sitt á sama tíma. Rannsakendur vilja einnig að framfari nákvæm rannsókn á kaupum Glitnis á finnska bankanum FIM árið 2007. Vísbendingar séu að of hátt verð hafi verið greitt fyrir bankan og sérstaklega þurfi að skoða þá staðreynd að sumir hluthafar FIM hafi fengið greitt fyrir með peningum meðan stór hluti greiðslunar var í formi hlutabréfa í Glitni. Kaupunum á FIM fylgdi samkvæmt skýrslunni uppskrúfuð viðskiptavild í bókhaldi Glitnis. Viðskiptavild sem rannsakendur telja að hafi verið oftalin allt að 8 milljarða árið eftir kaupin. Kaup Glitnis á fasteignafélaginu Eikarhaldi eru ennfremur talin grunnsamleg og vísbendingar sagðar að þar hafi Jón Ásgeir Jóhannesson komið fram sem kaupandi fyrir hönd Glitnis og sem seljandi fyrir hönd FL Group. Saga Eikarhalds er í raun sérstök. Á þessum sama tíma gekk félagið á milli manna og var á svignum tíma lykill að innkomu Jóns Ásgeirs í FL Group og þaðan inn í Glitni. Rannsóknarteymið franska telur vafaleika á því hvort kaup Glitnis á Eikarhaldi hafi verið gerð með hagsmuni bankans að leiðarljósi. Málið hafi ekki verið rætt í stjórn Glitnis auk þess sem staða Eikarhalds hafi verið orðin tæp á þessum tíma. Steam-málið sem verið hefur mikið í umræðunni er einnig efni skýrsluhöfundana. Rannsóknarteymið telur þannig borðleggjandi að lán til Steam sem Glitnir veitti og nam rúmum 20 milljörðum meðal annars til kaupa á bréfum í Glitni hefði átt að vera fært til bókar sem bréf sem bankinn átti í sjálfum sér. Megin niðurstöður varðandi hlut endurskoðunarfyrirtækis Glitnis, PricewaterhouseCoopers, er einfaldlega sú að þar hafi ekki verið unnið samkvæmt reglum.
Þvert á móti hafi fundist skjöl í fórum endurskoðendana sem sýndu fram á veikleika í bókhaldi Glitnis, sem hefðu að minnstakosti átt að leiða til þess að endurskoðendur rannsökuðu bókhaldið nánar en þeir gerðu. Svo virðist sem endurskoðendurnir hafi líka haft í fórum sínum upplýsingar sem hefðu sýnt fram á að upplýsingar bankans væru beinlínis rangar. Endurskoðendurnir hafi einnig haft aðgang að gögnum aðra banka til samanburðar. Skýrsluhöfundar segja raunar að endurskoðendurnir hafi allt og oft sett allt sitt traust á upplýsingar úr bankanum og brugðist þannig skyldum sínum sjálfstæð vinnubrögð. Niðurstaða skýrslunar því áfellisdómur yfir PricewaterhouseCoopers á Íslandi og kristallast kannski best í þeim orðum að umrætt fyrirtæki hafi ekki starfað í takt við alþjóðlega reikningsskilareglur, grundvöll endurskoðunar. Kastljós mun annað kvöld gera grein fyrir skýrslu norskra lögfræðinga sem skoðuðu hlut endurskoðenda í starfsemi Landsbankans. Þar koma fram sláandi upplýsingar vanrækslu af hálfu endurskoðenda sem benda til þess að þeir hafi hundsað viðvaranir innan úr Landsbankanum sjálfum, viðvaranir sem bentu eindregið til að staða bankans væri verri en endurskoðendur kvittuð upp á. Endurskoðendurnir hafi auk þess haldið fram staðhæfingum afskipti eigenda af lánamálum bankans sem voru þvert á þær upplýsingar sem fyrir lágu. Í skýrslunni jafnframt staðhæft að ef endurskoðendur hefðu unnið starf sitt samkvæmt skyldum sínum, hefði bankinn verið búinn að missa starfsleyfi sitt næstum ári áður en hann fór í þrot. Þannig hefði mátt koma í veg fyrir stóran hluta þeirra skulda sem nú lenda á íslenskum almenningi vegna Icesave.